Umræða meint kynferðisbrot Ólafs Skúlasonar biskups hefur blossað upp að nýju eftir að dóttir hans greindi kirkjuráði frá því að faðir sinn hefði beitt sig kynferðisofbeldi á barns- og unglingsaldri. Við fjöllum með málið hér í þættinum í kvöld. En þá að málum Ólafs Skúlasonar. Hann neitaði alla tíð þeim ásökunum sem fram komu árið 1996 kynferðisbrot gagnvart nokkrum konum og svaraði þeim fullum hálsi í fjölmiðlum, þar á meðal í viðtölum við Helga H. Jónsson og Þorfinn Ómarsson hér í Ríkissjónvarpinu. Við skulum nú sjá brot úr þessum viðtölum við Ólaf og ræðum svo við Guðrúnu Jónsdóttur sem var forstöðukona Stígamóta á þessum tíma, en þangað leituðu konurnar eftir að hafa komið að lokuðum dyrum hjá kirkjunni. Öll þessi umræða sem áttu við sér stað í fjölmiðlum og þjóðfélaginu öllu, hvernig ætlar þú að bregðast við þessu? Já, ég beið nú lengi, Helgi, og hélt þetta myndur hún ganga yfir. Ég hélt að fólk sæi nú sannleikan að baki ýmsu sem búið að þyrla upp. En þegar það dugði ekki, og þetta var eins og bara útspekulerað skipulagt, það kom alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi, það var aldrei spila út öllum spilunum, heldur haldið eins og maður væri svona að koma einu eftir annan. Þá brá ég á það ráð að tala við ríkissaksóknara og bað hann að skoða þetta mál fyrir mig. Ég hef ekki hugmyndum hvað veldur því að mál 20 og 30 ára gömul eru allt í einu komin í umræðuna. Og ég verð að segja það urðu mér mikil vonbrigði í morgun þegar ég las og heyrði það sem Guðrún Jónsdóttir í Stígamótum hefur sagt. En hvað viltu segja um það? Lýsa yfir algjörri furðu minni. Ég hélt að þar ætti þögn og virðing fyrir aðilum að ráða, en ég hef verið kallaður svo stórum orðum að Guðrúnu að ég undrandi og ég verð nú að bæta því við að þegar ég frétti hversu margar konur eru hjá Stígamótum að mínum orsökum, þá sé ég mjög eftir því að hafa tekið þátt í því að skerða framlag kirkjuna til Stígamóta fyrir árið í fyrra, og við eigum eftir að taka núna 5. og 1. ákvörðunum hvað við getum látið mikið til Stígamóta. Við ættum sjálfsagt að hækka það þá í réttu hlutfalli við fjölda þeirra kvenna sem eru að kvarta undan mér. Nú, þessi kona sem bréfin skrifaði, hún segir að hún hafi komið til mín áður 1979. 4 til 5 sinnum, segir hún í bréfinu. Og á síðasta fundi okkar hafi þessi voða atburður gerst sem hún er ævinlega að ásaka mig um. Það er að segja, ég get varla tekið mér þetta í munn, tilraun til nauðgunar. Ég tók mér nú til og fletti bókinni minni frá 1979, þar sem ég skrái viðtöl og skírnir og önnur pressverk. Þessi kona er ekki skrifuð 5 sinnum í bókina frá 1979, ekki 4 sinnum. Hún er aldrei skrifuð í bókina frá 1979. Þannig að hún virðist hafa hringt og beðið að fá að koma til þessa örlagafundar á stundinni. En það segir hún sjálf að ég hefði gengið með sig kirkjun og sýnt henni skrúðan, þar á meðal hátíðahökulinn sem faðir minn blessaður gaf móður mína, látna, og hafi síðan farið upp og beitt hana þessu harðræði. Þú fullyrðir sem sagt að það sé engin flugufótur fyrir neinum að þessum sögum? Ekki nokkur flugufótur fyrir því Þorfinnur, og mér finnst sönnunin einna best liggja hjá þessari konu sjálfri sem saka mig um þetta athæfi þegar hún ætlaði að gifta sig nokkrum árum seinna. Hvert fer hún? Það sem þessi voða atburður hafði átt að eiga sér stað inni í Bústaðakirkju til þess að láta gifta sig þar, að vísu af eftirmanni mínum. En hefurðu hugleitt að segja að þér? Já. Auðvitað hugleitti ég þá, og ég sagði það í fréttunum í gær. Þetta tekur á mann, Þorfinnur. Það er ekki gaman að standa í þessu. Og vita að einhver hluti þjóðarinnar trúir því að ég sé óyndis maður. Sem betur fer held ég að þeir séu fáir, og slíkur fjöldi af stuðningsyfirlýsingum sem hefur komið til okkar sannar okkur það að fólk vænir mig ekki þessi ósköp. En stundum á ég bágt með svefn. Þá hugsa ég þetta og ég að velta því fyrir mér hvílíkt hatur hlýtur að vera hjá einstaklingum sem vilja leggja öðrum þetta böl til. Og ég hugsa það ekkert síður
er það sem er að gerast fyrir mig. Og ég bið fyrir þessu fólki. Bið það að það losni við þessi ósköp sem er að þjaka það, sem birtist í því að það er að bera á mig þessar ásakanir. Og þá hugsa ég með mér, er það rétt fyrir kirkjuna mína að ég segi af mér? Og þetta kom í sjónvarpinu í gærkvöldi og þetta var í Morgunblaðinu í morgun, vitna til þess. Ég veit ekki, ég ætlaði nú að telja, komst bara ekki til þess, hversu margar símhringingarnar, hversu mörg skeytin, hversu mörg bréfin og blómin hefðu komið í dag frá fólki sem sagði, þú mátt ekki einu sinni láta þér detta í hug að segja af þér. Og þetta er ekki aðeins leikmenn, þetta er ótrúlegur fjöldi presta sem hefur viljað styðja við bakið á biskupnum sínum þegar hann stendur í þessum hremmingum. Geturðu setið áfram með einhvern efa á bakinu og geturðu starfað áfram? Hvenær losna ég við þessar ásakanir? Hvenær get ég hreinsað mig? Ég get þá alveg eins spurt sjálf mig, getur haldið áfram að vera manneskja með þessar hörmulegu ásakanir á bakinu? Ég lagði út af freistingasögunni á sunnudaginn var þegar ég var að vígja 5 nýja presta, yndisleg messa í dómkirkjunni og fagnaður heima hjá okkur Ebbu á eftir. Freistingar hafa alltaf verið. Jesús sagði við freistara sinn, vík burt Satan, hann þekkti hann og hann sagði honum að fara. Ég ætla ekki að líka mér við frelsaran Jesúm Krist, en ég segi við þá sem eru að ofsækja mig, vík burt. Hið illa er enn að verki í veröldinni. Hinn illi er ég alltaf að uppgötva betur og betur. Hann gengur sem grenjandi ljón, eins og sagt í helgu orði. Já, þetta var Ólafur Skúlason árið 1996. Hann varði sig ákaft á þessum tíma, talaði hatur og ofstæki. Þetta mál kom inn á borð Stígamóta þegar að konurnar 3 komu fram og höfðu leitað til kirkjunar en komið þar að lokuðum dyrum. Guðrún Jónsdóttir, þú varst forstöðukona Stígamóta þá. Hvernig kom þetta fyrst inn á ykkar borð? Ekki forstöðukona, ég var starfskona þar. Já. Þetta bara þannig að konurnar hringdu og spurðu hvort það getur fengið að hittast hjá okkur sem var auðsótt mál og þannig þar hitti ég þar held ég í febrúar 96 eftir sem sagt eins og þú segir eftir að hafa leitað til kirkjunar með þetta mál og viljað fá viðbrögð kirkjunar við því og fá leiðréttingu sinna mála á þann veg að kirkjan bæði þær afsökunar og viðurkenndi sannleiksgildi þess sem þær voru að segja. Og það fékkst ekki, þær höfðu snúið sér til siðanefndar kirkjunar og höfðu fenguð það svar að siðanefndin gæti ekki átt við þetta mál vegna þess að hún gæti einungis átt við mál sem hefðu skeð á síðastliðnu ári. Nú, málin eins og biskup Raunar kom inn á þarna í þessum bútum sem voru sýndir, þetta voru löngu fyndmál, þannig að þeirra eina úrræði til þess að reyna að fá leiðréttingu sinna mála eða fá uppreisn æru eða fá samfélagi til að horfast í augu við og kirkjuna til að horfast í augu við alvarleika kynferðislegs ofbeldis sem þær höfðu verið beittar, var raunverulega að reyna að fá umræði með þetta, opna umræði í samfélaginu. Og það var þeirra einbeitti og fasti vilji að leita eftir því og leita allra leiða til þess að ná því fram. Já, og þetta verður að þessu mikla máli sem að þá var og fólk skiptist svona í 2 hópa, sumir trúðu konunum og aðrir ekki og það verður þetta hatramar deilur. Já. Var aldrei neitt vafi í þínum huga að þær voru að segja satt og rétt frá? Nei, það var aldrei neitt vafi í mínum huga en það. Þeirra sögur voru með trúverðugar og reynslan sem þeir voru að lýsa kom heim og saman við það sem við þekkjum afleiðingar kynferðislegs ofbeldis. Og þessar hluti það er auðvelt, tiltölulega auðvelt en maður hefur einhverja reynslu að vinna að slíkum málum að greina hvort fólk er að spinna upp einhverja sögur eða hvort það er að tala frá einstaka hjartans grunni. Þannig að það var engin vafi í mínum huga. Ég vil kannski aðeins koma inn á vegna þess að biskup vék að mér persónulega
í sínum ummælum og þó að seint sé að þá náttúrulega ég get ekki annað sagt heldur en ég til að hann fari ekki með rétt mál þar. Ég get ekki tínt fram ykkur sönnunargögn hér og nú varðandi það en ég held að hann hafi ekki farið alveg með rétt með staðreyndir. Ég kom í fjölmiðla og að beiðni kvennanna til þess að staðfesta að þær hefðu leitað til Stígamóta eftir aðstoð og stuðningi vegna kynferðisofbeldis sem þær hefur verið beittar af biskupi Íslands. Og það gerði ég vegna þess að ég trúði þeim og vegna þess að það var hlutverk og hlutverk Stígamóta að veita þeim sem hafa slíka reynslu stuðning og styrk til þess að vinna í sínum málum og leita leiða til þess að bæta sína líðan og ná aftur reist sinni og sjálfstæði og öryggi til þess að halda áfram með lífið. Þannig að þetta var hluti af því fyrir þær að fara þessa leið. Já, nú þetta náttúrulega mjög óvenjulegt mál í alla staði, þarna eru 3 konur og þú þá með þeim. Þið farið í raun og verið fram með orð gegn biskupi, gegn kirkjunni sem er náttúrulega mikil og sterk stofnun í samfélaginu og mörgum þykir ákaflega vænt um. Ég meina, hvernig var á þessum tíma að fara fram með þetta? Það var frekar andstætt. Það var frekar upp í móti allt saman. En við fengum samt urðum vara við það að við nutum mikið stuðnings almennings. Það var mikið hringt niður til þess að tjá okkur stuðning og klappa okkur á bakið og styrkja okkur í því að standa, láta ekki þagga niður í okkur. Og þar á meðal voru nokkrir prestar, það voru ekki margir, en þeir voru nokkrir og það var mjög mikil styrkur í því að heyra í kirkjunamönnum að það var ekki ein Róma svo afstæða sem kom fram í því sem biskup var að segja hér áðan. Já, en þú hefur væntanlega heyrt og konurnar allar séra Ólafur talaði um hatur og svona einhvers konar róksherferð og annað og það heyrðu þið væntanlega líka annar staðar frá líka, ég meina voru menn aldrei að íhuga það var nú ein konan sem að bakkaði með sína frásögn vildu menn aldrei draga sig tilbaka vegna þess hversu erfitt mál þetta var? Ekki þessar tvær konur, þannig að þar voru staðfastar í því að reyna til hlítar að ná þessari umræðu upp þannig að kirkjan gæfi svör sem að þar getur unnað við. Svo var líka á þessum tíma talað um 2 konur til viðbótar sem reyndar aldrei komið fram. Voru þær inni hjá Stígamóti líka að kvarta undan framkomu Ólafs? Nei, þær gerðu ekki það ég vissi til, en það var raunar formaður síðanefndar kirkjunnar sem að nefndi það í viðtali sem hann átti á Rás 2 og það var raunar það fyrsta sem að þetta mál, held ég það fyrsta í fjölmiðlum varðandi þetta mál að það kæmi upp á yfirborði. Það var viðtal við hann þannig áður heldur en að konuna komið til Stígamóta þannig að það leita til okkar er kannski síðasta úrræði fyrir til þess að fá stuðning og áheyrn varðandi sín mál. Já, en núna á ástæðan fyrir því að þessi mál er svo mikið rædd núna aftur náttúrulega það komu fram nýr vitnisburði getum við sagt. Dóttir Ólafs talaði til kirkjuráðs og lýsti sinni reynslu þar af föður sinum og organisti kom fram og greindi frá því að hann hefði komið að Ólafi brjóta gegn ungri konu. Kirkjan er síðan núna að svara fyrir sitt verklag og það hvernig hún hefur tekið á þessum málum í gegnum tíðina. Ég meina, hvernig upplifir þú að kirkjan sé að gera í dag miðað við hvernig var þarna árið 96? Ég verður að segja að ég vorði fyrir miklu vonbrigðum. Ég held að málin hefði þokast miklu lengra innan kirkjunar og ég er þá sérstaklega vitna til þess sem að biskup hefur látið í ljós varðandi þessi mál og ég harma það mjög og það kom mér satt að segja óvart. Ég held að kirkjan hefði farið, það hefur verið gert eitt og annan innan kirkjunum til þess að reyna að búa til farveg þannig að þessi mál fengi eðlilegu umfjöllun. En það er eins og það skorti ennþá upp á þannig að það sé búið að stíga skrifið til fulls að horfast í augu við það að prestar og kirkjunarmenn geta beitt kynferðisofbeldi eins og hver annar. Þannig að þeir eru ekkit undantekni í því að geta hugsanlega orðið sakarmenn í slíkum málum. Og kirkjan verður bara að horfast í augu við að þetta eru staðreyndir sem ekki er hægt að víkja sér undan. Kirkjan í öðrum löndum mörgum hefur
stigið þetta skref til fulls og beðist afsökunar og lýst yfir harmi sínum og trega yfir því að svona skuli eiga sér stað. Það hefur nú biskup líka gert hér. Hann hefur gert það að vísu, en það er ennþá, í mínum huga, ég upplifa það þannig, að ennþá sé þarna eins og eitthvað eftir sem að gera honum það ekki kleift að segja, já, ég trúi því sem þessar konur að segja og ég harma það og ég vil biðja þær afsökunar og ég mun gera allt sem mínu valdi stendur til þess að bæta Þannig að svona mál komi ekki aftur upp innan kirkjuna, það verði meðhöndluð á þann máta sem bera meðhöndluð þau. Já, en hvað segir þá við þeirri röksemd sem að heyrist í tengslum við þetta mál? Nú náttúrulega sér Ólafur látinn og í sjálfu sér má alveg færa rök fyrir því að hið sanna komi kannski aldrei óvéfengjanlega fram og biskup hefur sjálfur sagt að hann muni bara mæta sínum dómara þarna hinum megin. Já, ég sé það nú ekki fyrir mér hvernig þetta á að ske eða hvort að það þýðir að við getum slakað á í allir löggæslu og dómgæslu og lagt niður réttarfar á Íslandi með því að vísa málunum til æðri máttavalda. Minnst það nú vera eiginlega ekki til þess að ræða, en ég En er það ekki samt rétt að í raun og veru hið sanna kannski kemur aldrei óvéfengilega fram út af því að séra Ólafur fallinn frá? Það nú þannig með flest kynferðisbrotamál að það liggja ekki fyrir ótvíraðar sannanir, það ekki vitni að þeim. Þannig að flestir sem að fást við þessi mál, þeir standa frammi fyrir því, annarkvort trúa þeir því sem að þolendur eru að segja eða þeir afneita því. Og vegna þess að þú verður að meta trúverðuleika frásagnanna. Þú getur ekki krafist þess að fá áþreifanlegar sannanir. Þannig að þessi óvissa er alltaf til staðar. Og til þess að kirkjan standi undir nafni sem sálgæslustofnun, sem að hún telur sig vera að hluta, að þá verður hún að hreinsa borðið þarna og gefa óyggjandi yfirlýsingar það að þegar að leitaði til hennar með svona mál á þolendum, að þá sé þeim trúað og það sé tekið alvarlega það sem þeir eru að segja. Og það sé engin undanbröð þar í tafli, hver sem að hluta á. Þú sagði mér áðan að þér finnist viðbröð kirkjunnar vera pínlítið eins og viðbröð fjölskyldna eru oft við svona málum. Já, það minnir svolítið á það. Það er þessi vanmáttur að höndla það. Þetta eru hryllilega erfið mál, af því oft eru þau fjölskyldutengt, eins og við vitum. Og þannig að það minnir svolítið á það. Það er þessi þörf á að afneita, að útiloka og segja vitleysa kemur ekki til greina, stenst ekki, trúir ekki, getur ekki verið og loka á umræðina og segja ég vil ekki vita þetta. Örstutt í lokin, hvernig er hægt að loka þessu máli svona í ljósi þess að séra Ólafur fallinn frá? Ég kann ekki Sannleiksnefnd einhver eins og þau verið að tala um? Já, ég sko vona það að það beri einhvern árangur. Ég hef sagt það efasemdir það, en ég held að myndi vera stórt skref ef að biskupinn okkar gæti fundið sig í því að stíga fram og segja þau orð sem ég var að hafa uppi hér áðan afstöðu sína. Þannig að við getum ekki velst í vafa lengur það með hvorum að stendur. Guðrún Jónsdóttir, takk fyrir að koma í Kastljós.